Já, velkomin á velkomin á Frelsi TV. Það er útilegu sending núna. Ég er náttúrulega að vinna í Jónum Noregi og er í vinnubúðum velkomin á að testa soundið aðeins. Gerist eitthvað að heyrast í mér. En það ég nenni ekki að láta það svo fyrir minn smekk er að með töluvert að funky skoðun og það er náttúrulega bara mín skoðun. En það er búið að vera viðburðaríkur dagur í dag og undanfarnar vikur og mánuði náttúrulega. Leyniþjónustunum hefur algjörlega mistekist að fokka upp rússneska fótboltanum, nema fyrir Íslendingar náttúrulega. Íslendingar eru með CIA-ið og MI56 svo langt upp í raskatina, þeir sjá bara að Mossad skína út kjaftin á sér. En það er í raun merkilegt. Miðað við það hvað ég er talin vera mikill rugluhaus og hvað er oft búið að dæma mig geðveikan hjá fólki sem vinnur í Gauksfriðinu, skilst mér. Þá er ótrúlegt hvað ég hef verið nærri framþróun heimsmálana og það sem hefur verið í gangi á bakvið tjöldin. Ég held að ég sé cirka 98% nákvæmni í því sem ég hef verið að segja. Og nú eru sumir að taka upp mál mitt eins og þeir hafa verið að finna þetta allt saman bara upp núna í fyrradag. Og sem er alltaf bara mjög gott sko. En það er engin einhvern veginn sem að tökum viðtal við Axel Pétur Axelsson sem hefur búin að vera að segja þetta í mörg ár. Verið þessi útvarpssaga sem að þykist vera eitthvað voðalega opin og verja málfrelsið og vera að gagnrýna RÚV fyrir að útiloka ákveðnar raddir, þeir eru ekkert betri sjálfur. Og ef eitthvað er þá bara jafnvel verri. Og það er náttúrulega svolítið svekkjandi sko. En það sem er að koma í ljós er það sem ég hef sagt, að eftir 9/11 þá byrjaði svona spilaborgin að hrynja. Þá byrjaði þessi síónista djöflaborg að hrynja til jarðar. Og þar eru til dæmis aðalega eins og Niels Harrit sem að hefur verið mjög harður til dæmis í Danmörku. Lagt fram 2 peer-reviewed ritgerðir sprengiefni sem fannst á Anthrax. Thermites. Hann er búinn að leggja fram 2 peer-reviewed ritgerðir og þær hafa út af þessu og í raun Afganistan líka, það sem að fullt af íslenskum plebbum er að fara illa með manneskjur. Niels Harrit sagði það er mjög alvarlegt mál ef verið er að ljúga að okkur. Og þá sérstaklega þessa 5. grein sem var virkjuð í kringu 9/11. Og það að virkja 5. greinina í NATO-sáttmálanum er byggt á fölskum fána sko. Það er alveg ótrúlega alvarlegt mál. Og ég hef nú verið að hlusta svolítið á beinar útsendingar frá
NATO og Co-fundunum. Já, hvernig hljóðið? Ég sé það komin einhver hlustendur hérna. Segja mig ef að hljóðið og það sem kemur í ljós betur núna er að Þýskaland ennþá hernumið af síónistum og Trump bara eitthvað að funda sig, já við erum ekkert sáttir, já svolítið lagga, það nú í góðu lagi. Já, við erum svona á móti því að þið kaupið gas á nágrönnum ykkar Rússum. Það bara eins og kaupfélagið á Sauðárkróki myndi segja að við erum á móti því að fólk sé að versla í verslunum í Reykjavík. Okkur finnst bara allir að keyra í kaupfélagi okkar á Sauðárkróki og versla sínar vörur þar. Það hlýtur bara að vera sjálfsagt mál, annars bara karpetbombu við Reykjavík. Það raun það sem verið að segja. Og Þjóðverjar eru eins og skjálfandi lítil fluga að reyna að segja bara nei. Þú veist bara fuck you, sko. Það það sem verið að reyna að segja svolítið kurteislega. Og það situr samsæriskenningar mínar atburði eins og Germanwings og ég til og sagt að þessi CO2 mælingar á Volkswagen í Bandaríkjunum var bara CIA árás, sko. Það var allt saman falsað og bara aðgerð gegn þýskum iðnaði. Simultaneously ship, eins og hann vinur minn segir. Að það búin að vera alveg rosaleg togstreita á milli þessara afla og þetta eiginlega svona skrýtnir þrýrningar og ferhyrningar og fimmhyrningar sem að togast á. Að það til dæmis Mossad með alla þessa fölsku fána alla Evrópu, Frakkland og Charlie Hebdo og föstudagurinn 13. þarna í Bahn og sko við þessir brjáluðu bloggarar, sko, sem kallaðir núna á þessum NATO-fundi, við erum bara kallaðir disinfo agentar og við erum bara með fake news og það þarf að sitja bara logarithma sem að slátrar öllu sem ég segi áður en að fer á neti, sko. Ég hef aldrei sagst vera fréttamaður eða verið með fréttir eða neitt. Rási mín flokku sem entertainment eða skemmtun. Bara svona spjallum mínar skoðanir á títanskipinu sem að stefna á ísjakan, sko. Þannig að ég alveg að segja fólki að þeir ekki að taka neitt þannig marka menn maður alltaf að skoða það. Ég hef haft 98% rétt fyrir mér. Það náttúrulega svolítið flott krító. En og að horfa á þessa fávita þarna á þessu Atlantic Council sem einhver NGO-hópur styrktur af NATO og Co fyrir skriljónir, sko. Og hlusta á þetta fólk, sko, þetta stríðsglæpa fólk. Það fólk stendur fyrir stríðsglæpum. Og það hefur aldrei verið beitt, NATO hefur aldrei verið beitt í varnarskinni í sögu sinni nema með fölskum fánum, sem ekki nein vörn, það bara fake stríð eða árás. Og við, þessir samsæringar heimsins, það raun við í kjallarahólunum okkar eða hérna í vinnuskúrnum sem ég í núna, sem svo, ég held að Breiðvík sé hérna í næsta herbyggi. Ég nefnilega var að vinna við hliðina á fangelsi. Ég var á camping sem var hliðin á fangelsi og þær eru bara með svona gáma eins og ég í, svona vinnugáma. Ég reyndar að vinna hérna, sko. Ég ekkert inn í fangelsi, sko. Ennþá. En þarna í NATO og Co var bara verið að tala einhverja aðgerðir gegn okkur samsæringum, sko. Eða við sem svona bara að setja spurningar við það sem að þekktir legarar að segja. Og það náttúrulega svolítið ósmekklegt. Og við vitum það öll
að ég í massífu shadow-banni, eða skuggabanni. Það algjörlega bannað að hlusta á mig, sko. Það ekki leyfilegt. Og í raun þetta skuggabann orðið rosalega svæsið. Ég sé til dæmis að þegar ég deili á Vísir það koma engin viðbrögð. Og ef ég fer síðan á tölvuna kannski annars staðar, sem var í einhverju tölvubúð eða svona rafeindabúð nokkrum sinnum, og þá hef ég pröfað að fara inn á Vísi og sér það á þar sem ég blogga, og það aldrei neitt sem ég hef sett þar undir. Og inn í að bíða svona eftir því að ég hafa allavega eitthvað í höndunum. Ég ekki vanur í þrátt fyrir að margir halda það eflaust. Margir halda eflaust að ég sé bara gubbi út í mér vitleysunni án þess að hugsa nokkurn skapaðan hlut. Þá það ekki alveg þannig sem ég vinn. Þó eflaust kemur hellingur af vitleysu frá mér líka. Það þessi 2% sem ég var að tala um áðan. Að ég sá hérna vefsíðu. Ég ætla að sýna ykkur núna. Sem The Smoking Gun í þessu. Þá þarf ég að fara hérna þessi tölvuna. .com. Og hérna þessa vefsíðu hérna sem heitir Discuss. Þetta Disgusting fyrirtæki greinilega. Og þetta sem sagt fyrir publishers, eða útgefendur eins og Vísir til dæmis og fleiri miðla. Þá bjóða hérna einhverja áskriftapakka, Basic, Plus pakki og svo Pro pakki sjá þið. Og í Pro pakkanum bjóða þeir upp á shadow banning. Og fyrir mér þetta svolítið The Smoking Gun. Að það einfaldlega fullt af fyrirtækjum sem að bjóða upp á shadow banning. Og þetta þykir bara einhvern veginn sjálfsagt mál. Shadow banning discreetly ban troublesome commenters. Discreetly. Þetta það sem að til dæmis Vísir beitir á mig. Það virðist vera. Timeouts, hvað það? Temporary ban, so they can correct their behavior. Sko þetta talað alltaf talað þetta sem eitthvað gegn einhverjum svona nettröllum sem allir að vinna hjá NATO eða Mossad eða MI56 eða eitthvað. Það all tröllin koma þaðan, sko. Og þannig búa þeir sér til ástæða til þess að loka á okkur hetjurnar sem raun búin að stoppa næstu heimsstyrjöld, sko. Þannig að mér finnst að ég ætti að fá víkingaorðuna í ár. Það minnst að ég ætti kannski bara búa til sjálfur víkingaorðuna. En user reputation, betur við. Troublesome users. Þannig að ég óska hér með eftir opinberri rannsókn á því hvort að verið sé að skerða málfrelsið á Íslandi með einhverjum hætti. Þar sem að hér hef ég lagt fram sannanir fyrir því að þetta disgusting fyrirtæki að bjóða þessa þjónustu einfaldlega.
og mér finnst það lágmark að ef maður settur í shadowban að maður fá allan að vita af því. Maður fá að vita ástæðuna fyrir því. Og jafnvel að maður geti áfrýjað því eða lagt það fyrir dómstóla sem eru náttúrulega allir snælduruglaðir. Þið sjáu hvað slegist að skipa pólitíska dómara í Bandaríkjunum. Það ekki dómara lengur. Það eru bara pólitíkusar sem eru að dæma eftir persónuleikum. En eru ekkert að dæma eftir neinu öðru. En ef við skellum okkur aftur í heimsmálin, það alveg bara sorglegt að hlusta á þennan trúarhóp Snato og Co. Og það var alltaf lagt mikið upp úr í Bilderberg 2018 og svona hvernig hlutinni muni gerast. Og mér finnst mjög athyglisverðar kenningar hans Guðjóns Varenbergs sem sagt snurpaða breska heiðursmenn. Hvernig Churchill gaf vini sínum í Bandaríkjunum, frímúrarafélaganum, gaf honum bara allt góssið frá Bretlandi, eða svona grunninn í heimsveldinu. Og kenningar eða þýsusar eða rannsóknir hans að Kínverjar þessir hermenn sem að voru að störfum í seinni heimsstyrjöldinni og ekki máttu taka myndir af hafi verið kínverskir hermenn. Hann reyndar í dag myndist á það verið hann sem myndist á að það verið hermenn frá Indlandi og Afríku og fleiri slíkt. Eflaust hefur það verið líka. En það rétt að benda á það að Mao var í Yale og meðlimur í Skull and Bones, þú ferð ekkert úr þeim klúbbi lifandi. Þannig að það alveg ljóst að þetta hrunið. NATO og Co. hrunið eins og við höfum þekkt það hingað til. Og það mun aldrei koma tilbaka sem betur fer. Þá spurning hvað gerist næst, verður heimsstyrjöld til dæmis. Það tel ég að mun ekki gerast. Í fyrsta lagi eru samskipti orðin svo hröð og þessna eru þeir reyna að loka internetinu og íslensk stjórnvöld eru mjög hlynnt því að loka internetinu og í lýðræðis þjóðfélaginu Íslandi, í lýðræðisríkinu Ísland hefur lýðræðis útvarpið, Skrúvjú eða RÚV, hefur aldrei talað við mig, þótt að ég hafi verið nokkuð áberandi á Íslandi. Og meira þess að nafni mitt trendar á Íslandi meira en margt annað Og ef þið horfið á eins og Atlantic Council og allar þessi stream sem hefur verið frá NATO summitinu, að þá sjáu þið bara bullið sem að streyma út úr þessu fólki. Þessi Rússagríla algjörlega handónýtt, Skripal keysið fjall sig sjálft Þeir geta ekki lengur verið með falska fána og meðan að gaurar eins og ég með þá vakandi. Talandi falska fána, þá sjáum við þetta Thailandsmál með drengina, eða þetta fótboltalið. Allt sem sviðsett. Þetta allt sem leikarar, það bara teikningar og ég veist að þeir hafa nokkuð að fara þetta niður. Bandaríkjamenn fúlir af því að Harley Davidson alltaf til Thailands. Þannig að það fullt af svona tengingum til Thailands
og núna voru að berast fréttir af því að BMW ætlaði að flytja alla sína starfsemi frá Bandaríkjunum til Kína. Þannig að sko BRIC er komið í gang og gullbakkaður gjaldmiðill er bara í gangi og virkar. Þannig að það er eiginlega ekkert eftir hana. Þetta er bara svona hópar af málaliðum, nauðgurum og morðingjum og lygurum og viðbjóðslegu fólki sko. Talandi það, ég heyrði viðtal við hérna Ari heitir hann á Joe Rogan. Nýlegt viðtal, en tala stundum við hann sko. Ég held að sé skildi mér þetta. Guð hjálpi mér frá heiðursmorðingja fjölskyldinni. Þess vegna kallaði ég árið 2018 ár Bonnie and Clyde, að þetta lið er svo langt leitt í glæpóinu sko, það getur ekkert gert nema Bonnie og Clyde, bara skotið reynt að skjóta sér leiðin út eða vera skotið í dælur. Og lítur út fyrir að þetta fólk mun enda á Nürnberg 2.0. Elon Musk, Tesla er á leiðin til Kína líka. Já, það er allir farið til Kína. Gott að eiga viðskipti í Kína þeirri. En sko Bonnie og Clyde fóru út skjótandi í allar áttir sko. En þetta lið sem er eftir í þessu svokallaða heimsveldi, bæði í Bretlandi, Síonistan, í Bandaríkjunum, þetta eru bara sturlaðir glæpamenn. Og það er svona svo merkilegt að hlusta á hana Silvíu, hvað heitir hún hana? Grínara-kerlingin sem er svo stolt að vera gyðingur og vera frá Ísrael. Silverman, eitthvað að poppa upp núna. Hann er greinilega næstur á dagskrá í Íslandi. Þá voru þeir að opna eitthvað svona the deep intellectual web. Og þessi Ari fáviti var að segja við erum svo miklu gáfaðari sko, sæjónistar sem eru búin að stýra þessum NATO og Sameinuðu þjóðunum og við er bara segir. Sem er að tímataflan á ríkjum eða hópist að þeir eru bara með lengri heldur en á manneskjum. Bonnie og Clyde tók ekki mjög langan tíma að lenda í gatasigtinu. En fyrir þjóðir þá tekur það svolítið tíma. Og ef við snúum okkar aðeins í Biblíusöguna, það sem Jesús sagði Jerúsalem, hér mun ekki standa steinn yfir steini. Það var engin múrstýraði glæpamenn með réttlandegarnar að reyna sko. Og til þess að vera glæpamaður þá þarf alltaf einhvern veginn að dehumanisera þann sem ætlar að ræna eða það sannfæra að viðkomandi sé eitthvað svona fíbl eða fábjáni eða þessi eigi bara skilið að tapa öllu sínu eða því sem ætlar að ræna á honum. Svo þarf það að fara í gegnum ákveðna svona hugsunarferli. Og sama er með farisea sem töldu sig yfir alla hafna. Og niðurstaðan þarna eftir að fljótlega þeir drápu Jesú, krossfestan, samkvæmt sögunni, ég er ekki að segja þessi sagnfræðilegar staðreyndir, ég er bara að segja sögunni eins og hún er sögð þarna í sögubókinni, að þá voru þeir þannig í eitthvað held ég að vera 100-150 ár, þá var þessi andi stjórnaði í Jerúsalem og því ríki. Og niðurstaðan eftir það var það að bara jafna allt þeirra draslið jörðu, þannig að stæði ekki steinn við steini og dreifa þeim meðal heimsbyggðarinnar. Niðurstaða heimsbyggðarinnar á þessum tíma, fyrir 2000 árum, var að þetta fólk væri svo mikill viðbjóður að þetta þarf bara að jafna við jörðu. Og það merkilega er að þessi hópur af fólki, þessi trúhópur eða þessi heimssýn eða þessi trúarsýn eða hvað við viljum kalla það, er að endurtaka sig aftur.
Og það er að koma cirka 150 ár síðan þessi síónismi byrjaði, sem byggir á þessum sömu hugmyndum og farisearnir og fræðimennirnir voru með í Jerúsalem á sínum tíma, á því svæði, með peningasvindlið og musterisgjöldin og tollana og allt heila draslið, eins og þessir sem eru núna, farisear og fræðimenn, að gera allt nákvæmlega saman. Og heimsbyggðin er að komast einfaldlega að þeirri sömu niðurstöðu að það þarf bara að jafna þetta allt saman við jörð. Já. Takk fyrir ábendingu. Ég er að streyma hérna í gegnum handónið síma, sko. En er hljóðið í lagi, herra aðstoðartæknimaður? Hvernig lækka ég aftur? Já, ég veit ekkert hvernig ég lækka gæðin á þessu, en allavega þá verður bara hljóð og mynd ekki í synki. En ef að hljóð er í lagi þá er ég sáttur, sko. Þannig er eitthvað sem er enginn að horfa á mig, skilur. Það er allir bara að hlusta á mig í poddinu. Ef að hljóðið er gott þá er ég góður, sko. Ég geti mér þess að bara slögt á vídeókamerunum, sko, ef því er að skipta. Já, heyrðu, byrju, adjust bandwidth, hérna þetta. Já. Já, halló, er ég komin aftur? Ég hendi sjálfur mér út úr live-inu. Það er alveg nýtt, sko. Sitt mig hérna bara alveg á minnsta. Nei, þetta var einu of mikið, sko. Ég hendi mér út af mínu eigin live-inu. Þannig að í svona síónista fræðum þá getur þú bara haft þetta eins og vilt. Það er sett gott og slæmt, good and evil. Og þessi hugsun, þessi evil hugsun sem að opinbera sig, það er einhvern veginn, þegar þessar hugsanir fara að þjappast saman, það er náttúrulega vill ekki vel. Og það sem maður er að velta fyrir sér á þessum NATO-fundum og þessu sem er að gerast, sko, hvort þetta sé bara hreinlega áætlun.
aðallega þannig út að glæpastarfsemin sem að má rekja til hugmyndafræði síonismans sem að var áður hugmyndafræði farisea og fræðimanna í biblíusögunum, að þessi hugmyndafræði endar alltaf í Bonnie og Clyde. Og eins og ég hef til dæmis sagt margoft og hef eftir hún Gerald Celente að þá fara þeir fyrst í gjaldmiðlastríð, síðan fara þeir í viðskiptastríð og ef það dugar ekki, þá fara þeir í heitt stríð. Og það virðist vera á meðan að við samsæringar og bloggarar og umræðan lifandi á internetinu, þrátt fyrir shadowbannin og lokanar á rásum og bara einhverjir kallar eins og ég sem eru bara að tjá svona skoðanir sínar og bara, við erum bara dímónaseraðir sem ég veit ekki hvað sko, og líka fullt af konum líka, það er fullt af frábærum konum í þessu líka. Og sá einmitt eina konu gera vídeó sem hún kallaði Flatt Cloud, verið hengt, tekið af lífi. En það var náttúrulega bara lygi, af því að allt þetta vonda. Já, hörðu, ég bara frosinn á síma útsendingunni minni. En ég held að ég láti þetta duga í dag. Og ég þarf greinilega eitthvað að skoða internetmálin mín. Hugsanlega ég taki upp þá aftur. Ég var að pröfa að ferðast út á mitt sko. Það þá eitthvað að hiksta og komin aftur. Já, rólegur, já. Spurning að fá sér bara ís, herdísarís. Þið bara í Hafnarfirði, Ásgeir, eða hvar þið? Allir að fara til Ásgeir Herdísarsson og fá sér herdísi. Það stóra spurningin. Það einhvern veginn svona bara algjör pattstaða nú. Sýrlandi virðist vera búið að hreinsa þessa óværu af sér. Ísrael að sprengja út allt. Mér skilst að sé bara núna í dag var eða morgun. Já, Rauðarárstíg og í Firðinum herdís. Skora á alla að fara þangað. Og sleikja smá ís. En já, mér skilst að einhver ráðherra eða hvort það var nöttarinn Yahoo var á fundi með Putin sko, því að það náttúrulega stóri fundurinn eftir, það fundur í Helsinki með Putin og Trump. Það held ég að það sjáu það allir í dag að Trump að vinna fyrir Pentagon. Það virðist vera að Pentagon hafi fengið nóg eftir CIA og málaliðar Pentagon bara hreinlega berjast við hvorn annan. Og það jaðrar við borgarastyrjöld í Bandaríkjunum, segja þeir. Og menn að tala það að nú menn að eins og ég var alltaf ég pínlítið sár út í útvarpssögu, þeir að tala allt sem ég að segja bara að stela heiðri mínum, að tala um það svona globalistarnir og Soros og svo þessu, já, það sem ég að segja í 5, 6, 7 ár og fræða alla og þeir eru svo frjáls og frábær útast, þeir eru ekkert þetta heitir að deplatformera, það sem þeir eru að gera gagnvart mér. Og þeir eru að kvarta undan því að RÚV deplatformi vini þeirra, en í raun sjálfur að gera nákvæmlega það saman.
sem að hlýtur náttúrulega að gera þá á svolítið hræsnum. Og hvernig er hljóð og mynd núna? Er þetta í lagi eða er þetta allt saman hikstandi og hoppandi? Og þessi Úkraínu lygasaga, sko, hún er náttúrulega algjörlega búin að vinda upp sig og Skripal-keysið er algjörlega búin að vinda upp á sig og Skripal 2.0 núna er bara algjör vitleysa. Þú veist, ráðherrar eru bara farnir að hlaupa út úr ríkisstjórninni í Bretlandi. Bandaríkin eru alveg á bara korter í borgarastyrjöld, virðist vera. Og greinilegt að Bandaríkin mun taka mest út. Það var svolítið athyglisvert reyndar að sjá línunar, hvernig Bandaríkin mun eru svolítið að hamra á Þjóðverjum. En er ekkert að tala um Frakka til dæmis. Frakkar eru bara góðgæðinir, sko. Og sjáum þessar línur, Tyrkir eru svona búin að hreina. Það verður sennilega bara niðurstaðan að Rússar og Evrópa draga meira saman. Bretland eða múslimalöndin. Ég held að það verði að sú eyðsla komi úr mjög óvenjulegri átt. Ég hugsa til dæmis að Bandaríkin myndu hreinlega gera það. Þeir munu bara karpen að það er svolítið athyglisvert. Já, en þetta Tælandsmál, ég ætla að enda á því. Þetta Tælandsmál með fótboltaliðið í Tælandi er svo greinileg leiksýning og psyop undir frumkvæði CIA. Þetta var CIA með reyndar sennilega aðstoða leikurum frá Mossad og MI56. Þetta er reyndar að runni allt svolítið mikið saman, sko. Mér sé að Mossad opnaði bara skrifstofu í höfuðstöðum NATO. Hvað er það? Þannig að það er ekki öll sem eins. En allavega, ég ætla að láta þetta duga í dag. Þakka öllum sem að hafa komið og fyrirgefið að það hafa verið tæknileg vandamál. Ég kíkja á vídeó eftir og geri þá ráðstafanir ef ég þarf að laga eitthvað. Ég vil þakka þá sem að styðja mig. Það er einn hlustandi sem styðja mig hver einasta mánaðamót. Það gleður mitt hjarta mjög mikið. Og ég þakka líka þeim sem að vera svona einu sinni rausnarlegir. Það er líka mjög gott. Þakka þeim